Nei, sæl. Ég vissi ekki að þið ætlaði að reyna það. Og það svona mörg. Hæ, gaman að sjá ykkur. Og þú líka, hæ, hvað? Það bara allir hérna. Þið eru bara múl. Þið eru bara fleiri en allir íbúar ónefnda landsbyggðar þorpsins sem ég. En djöfull elska þess að þetta svona gerist. Ha? Þegar fólk, já, bara venjulegt fólk eins og þig, lappar svona meðfram Nauthólsvíkinni, hérna í Reykjavík City, og stoppar til að virða fyrir sér braggana og fólki sem nennir að skella sér í sjósund. Því líkir vikingar. Ha? En best finnst mér þegar fólk stoppar til að virða fyrir sér hagmynda listaverkið mitt hérna við göngustíg. Það er einmitt þá sem að listin verður á því sem hún á að vera. Og sýnir og sannar að hún er ekkert bara fyrir menntafólk og gáfumenni. Heldur líka bara, já, fyrir fólk eins og ykkur. Þetta verk hérna kalla ég forngrísku listaskikkuna. Eða, er það ekki annars það sem þið hérna á mölinni kallið svona glæsilega skrundir? Skikkur? Nei, fyrir ekki. Fólk átt að gátast næst og hvað er mikil sveitan uppi. En, ég lagðist í mikla rannsóknir fyrir þetta verk. Miklar. Fór á bókasafn og tók út bók og allt. Þessi reyndar í bláa kjólnum er ekki alveg eins og ég ætlaði að hafa hana, sko. Og þessi lítur pínútið svo kallmaður. Ja, það skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli er að við erum öll hérna saman komin til að taka þátt í listrænni upplifun. Þessi bláa kjólnum er alveg misjafn í Jónas. Hún eyðileggur alla myndbygginguna. Allt sem ég geri er misjafna. Aldrei eftir að ná þessu rétt. Aldrei. Þessi rugl. Hei, það skiptir ekki máli. Því strákar eins og ég, þið rættir hvort þið er ekkert að vera að láta sig dreyma.
ætlum að klára okkar göfuga verk. Við hlustum á ákafa. Ungur listamaður þarfnast innblásturs frá okkur til þess að skapa ódauðlega list. Samt það sýnt í gær. Og með aðstoð okkar gæti þessi listamaður jafnvel skapað stórfenglegustu list allra tíma. Vá! Úranía, stjörnurnar eru allar á sínum stað, ekki satt? Jú. Erum við annars á Ítalíu á 14. öld. Það gleymdi síst að segja ykkur það, elsku systir. Við erum ekki á Ítalíu, heldur á lítilli eyju sem kennir sig við ís. Ís? Já, landið heitir nefnilega Ísland. Ísland? Oj! Og árið er 1980. 1980? Segðu okkur meira! Á Íslandi er allra veðra von, svo þeir eru farið út á nótana í úlpan staðanbúnaður. En hafið þó ávallt trefið meðferðis. Og stuttbuxur. Já, það gerist nú ekki oft, en það gerist. Á Íslandi eru öræfi, víkingar og krút, jöklar, fossar, álfar og tröll, sveiflukenndir gjaldmiðill, háir vextir, fólk með mikilvægt brjálæði, lögg sem aldrei hver ánætla og alla vetrarmorgna líður þér eins og þú sért að vakna fyrir morgunfrið. En þú frækst það aldrei neitt. Það eru líka dansandi norðurljós, ekki svo líka ykkur. Vá! Dansandi norðurljós! Sko, málið er nefnilega að samkvæmt stjörnufræðinni er Ísland ekki alveg inn á kortinu. Sko, þar er rísandi tungl í tungli og því alltaf myrkur. En þegar það er rísandi sól í sól, þá er ekki skrítið að þetta lið sem er mikilmennsku brjálæði. Takk, Úranía. Allavega, á Íslandi lepur listamaðurinn dauðan úr skelinni og er með allt á hornum sér. Svo þetta verður ekki létt verk, En við erum óumdeilanlega dætur Seif. Því segi ég hér og nú að ég mun verða stoð og styrta þessa Svenni í leit sinni að listrænni fullkomnun. Já, nei, Cleo. Þú segir til Svenna. Svenna? já, sjá til á Íslandi, það fólkbeig maður. Hér er Svenni, Svenna, frá Svenna til Svenna. Og spólum tilbaka. Ég mun verða stoð og styrta þessa Svenna í leit sinni að listrænni fullkomnun. En ekki gleyma reglunum, Cleo. Listamaður má aldrei vita hann hafi orðið fyrir gyðjum. Að hafa orðið fyrir innblæstri gyðju á mig. Rétt er það! Að afhjúpa gyðjuleg heit er okkur förbóðið. Sama gildir að skapa list sem og að elska dauðlegan mann. Sýnið regluna. Má ég elska dauðlegan mann? Nei, þú mátt ekki. En má ég skapa list hérna? Nei, sannarlega ekki. Má ég afhjúpa gyðjuleg heit? Ó, nei, það er bannað, það er bannað, það er bannað, 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 það er bannað, það er bannað, það er bannað, bannað, bannað. Ok, en hvað gerir sem ég gerir það sjá? Brættu við til tíma, fyrir spíða pappi, fyrir andri, fyrir kastar, að tæpa. Þetta nægir. Új! Vá! Lína. Hvað getur Cleo gert til að forðast mannhjúpun? Nei. Hvað getur Cleo gert til þess að forðast afhjúpun í mannheimum? Terpiskur, hvað finnst þér? Góð hugmynd, Terpiskona. Ég fer í dulargerð. Dulargerði, sem er frá sér dulargerði snatrusta. Í fyrsta lagi
í gegnum þig. Nei, þá mun enginn sjá í gegnum það. Í öðru lagi. Þá mun ég vera með hlýjar legghlífar og vera á hjólaskautum. Þú munt verða jafn samtíða og fyrirsækjur dagsins í dag. En kanntu á hjólaskauta? Getur ekki verið það erfitt. Og í þriðja lagi. Þá mun ég tala með krúttkynslóð talanda. Svona eins og margir listamenn gera á eiginu. Já, þú veist að krúttin kom ekki fram fyrir seint á 10. ára. Hvað segir ég? Pappa mig á. Ég? Já, nei, haltu bara áfram krúttjá. Þú mun passa fullkomlega inn í 80s Reykjavík. Hvað segir ég? Ég sverða. Ég vil hjálpa þessum Svenni Lárussyni. Svenna að verða allt sem hann getur orðið. Þenja sín listrænu mörk. Gera eitthvað viðdálegt. Halleluja. Ég, þennan grimma heim. Verið þess að sjálfsmorðsbréfið mitt klisjukennt. Ok, ég hef þetta bara einfalt. Ég var listamaður sem gaf allt sem hann átti en ekkert varð úr mér. Svona, já, þetta ætti að fá til að gráta. Kom með því. Bara að það einhver sem getur stoppað maður núna. Bara einhver. Hæ, Lópa-Kredit! Lópa-Kredit? Hvað ert þetta að gera? Gerðu það, láttu mig í friði. Nei, ég vil það ekki. Ég sagði þig, láttu mig í friði. Ég veit hvað amar það. Þú ert leiður og sár vegna þess að þú efast listrænu hæfileika þína. Og byrju, hver ert þú eiginlega? Þekkist við? King of Bang! Hvað segir þið? Boston! Nei, það sé bara þangað. Húrra! Þú þarf að fagna því, hvað? Sigurósa tónleikum. Nei, það er ekki nefn Sigurós. Þau kalla mig Kríu. Já. Sem er gott, því ég heiti það. Svenni Lárusson. Ég trúi á þig. Jafnvel þótt ég sé sú ein í heiminum sem gerir það. En hvernig viltu með þér heiti? Hjálpar hönd, hún er útrétt, afráðin lengi. Og þú veist hvað sem var, ég
stað. Myndlist, tónlist, dans og jafnvel íþróttir líka. Áttu við? Já! Mig langar til að opna rullu disco. Það gjörsamlega tímalaust! Tímalaust. Veistu, jafnvel þótt ég var að barmi sjálfsmorð fyrir svona 4 mínútur síðan. Það heldur við tekst þetta. Fylgdu mér og sjáðu alla þína drauma ræta! Kría! 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 Hvað? Alls ekki. Má ég fá túlið svo? Ekki að það myndi að skila því. Já, ég lofa. Kría! Vittu ekki fara! Við fögnum að ákafa. Sjáum hvernig blásum hinum mannlegum verum eld í brjóst fyrir Reykjavík og nærsveitum, fólk í Gullbringusýslu. En hvað með landsbyggðina? Ha, til fjandans með landsbyggðina. Hér innblástur og rigningasumar og bara gaman. Já, einmitt. Hér innblæstunum tekið sem sólarglætu á rigningasumri. Mér finnst að verða sig íslensklökk til að fagna smá. Sammála, ég veit. Þetta tók svo vel. En það sem Svenni er á hælum mér verða lög okkar að vera stutt. Lög samskipti. Lög við bara samskipti. Dísu, sko, hann er sér. Já, mín yngri og fróða systir. Ég heyri að hjarta þitt slær örar í kringum þann mennskap. Ekkert að vera ástfangin á honum. Eða ertu kannski á höttunum eftir því að skapa þína eigin list? Þú talar sem naðra að vana. Mín gamla, ævaforna, mögulega 11 ára systir. Ég veit sannarlega að sjálfur Seifur bannar okkur systrum að skapa okkur eigin list. Og er það jafn forbúðið og verða hugfangin af dauðlegum manni. Starf mitt í tengslum við Svenna er eingöngu eigingjars eðlis. Því Seifur sjálfur hefur birst mér í draumur og tjá mér að dag einn muni ég verða innblástur svo stórfengleg sköpunarverks að ég muni hljóta hina æðstu verðlaun. Sanatú! Sanatú! Svo stórfengi er ekkert okkur veit sannlega hver hún er. Seifur tjáir að hann muni senda merki. En nú er ég yfirgef ykkur og fylla listamanninu guðlegum innblæstri. Þetta skiptir því, ég situr okkur allra á Ronja. Mínar stórfenglega systir andagifta. Nú þurfum við að sinna verkefnum okkar. Teknískora, ferska landið. Hörðum á vit ævintýranna í átt að myrkrinu. Kalliopa, komdu til mín skjótt. Ég stend við hliðina á mér. Já, auðvitað. Ég þarf að eiga við orð. Ég hef allt að segja þér að sem frumgetningur er oddvitastaða gyðjanna lögmæt heimting mín. Samt sem áður tekur þig hann ekki í til. Hverju sætir? Ég lagðist í rekkju með Akkilles. Akkilles? Vatnaguð? Já, vatnaguð var hann. Og hann barnaði mig ekki bara einu sinni, tvisvar, þrisvar eða 4 sinni. Heldur 5 sinni. Síðan flaut hann burtu og hvarf okkur sjónum. Nei, sjónum. Nei, bara því þú synda sjór. Hann yfirgaf mig og dætur mínar fyrir. Mölpey, Peis og Nói, Felxi, Köpíu, Gógó og Kass. Já. Gáttu ekki fundið betri nöfn? Guðrún, Jóna, Valgerður. Ef bara hann búið að slá þessi nöfn út af borðinu, vertu ekki svona vitlaus. Árum saman kenndi þeim að lútið og flaut. En nú sitja þær bara við sjávarsjóðar við leik og söng og tæla sæfarendur út í rauða.
Já, dætur mínar, Sigurðar. Viltu Sigurð þér sem sagt ekki oddvitastöðuna því hann taldi þig vera upptekna við barnauppeldi? Svo hann lét Cleo fá hlutverkið. Svo virðist vera, og fyrir okkur tvær, engin farsæld, engin skemmtileg. Og svo veit að Cleo Sanadún, væri ég Guð, myndi ég knésetja. Systir, þú ert svo hættuleg kona. Hættuleg kona. Hættuleg kona. Hættuleg kona. Ljótar voru systir tvær. Lögða og byggu sínar tvær. Og með afbrúð í huga bló líka í dans. Taktar og tryggar voru krans. Ha ha, manni við stemningin. Þegar hann til hans glömmu skurðir. Skynjun til að kraftlegum. Tengist mest af þessu hugarveikum. Hættuleg kona. Hættuleg kona. Hættuleg kona. Hættuleg kona. Ég veit hvað skulum gera. Við skulum nota gítarkraftur okkar til að leggja systur okkar í álög svo hún verði ástfangin af þeim döðlega. En skemmtilegum gripur. Við gerum setja hann í ástarálu. Hún verður ástfangin af þeim döðlega. Og Seifur mun dæma hana til dauða. Síðan dætur mínar, komið nú að heyrið og frængingar með innsteiktum söki. Hættuleg kona. Þetta konur á að vita rátt. Lesið í hefðina þær oftast langt. Ha ha, ég veit hversu rétt það er. Ljótið með til sín í sérna sín. Ég tala muni fara kyn. Hjarta og ættir mín. Ha ha, þetta allt of gott að þú farið til heljar. Stelpur stótt. Sjá þetta place! Kannast eitthvað við þetta? Þetta er byggingin sem ég málaði sem bakgrunn í skissubókinni minni dag. Ég hafði verið að skissa hana en ég vissi samt ekki að hún væri til. Og þetta er eins og andlitið á grísku höggmyndinni minni sem ég gerði dag. Sem kom svo í ljós að var alveg eins og Cleo. Veitu, við kannum þér að tala saman. Hvað var þetta? Það er ég! Já, þetta er þú! Þessi staður er frábær. Fullkominn staður fyrir stórkostlegasta listaverk sögunnar. Rúlludiskóið mitt. En hvað var heita? Hvað með? Leikhús Svenna Sæta. Geggjað! Já. Hei, mér sýnst ég sjá gamalt skilti þarna bak runna. Og hvað stendur á því? Ókei. X. Anna. Sanadún. Svenni, þetta merki er merki! Sjálfsög er það merki. Skilti og merki eru samheiti kjánið. Já, kjáni. Ég þarf að vera kjána með Sanadún.
Veistu? Ég þekki þér ekki neitt, en ég heldur þetta besta sem þú kom fyrir mig. Það örugglega rétt hjá þér. Hvert ætlum maður að ná í þá sem eigi þessa byggingu? Ef bara það væri til svona bók, þar sem símanúmer allra eru skráð og heimilisfangið þeirra með. Já. Ég veit það, við verðum að finna símaskrá. Vá, þú ert snilling! Það sýndur á einhverstað. Nú má ég sjá, ég fann símaskrá og ég fann símaklefi í leiðinni. Það hringir. Ok, gerir 100 metra á miklu brennir BS eftir hægri fæst en yfir hringtorgi og sæbreytan í aftur í mjöndinni aftur. En þú sem skiptir öllu máli, því allt sem þú segir satt. Gerðu það sem þarf að gera. Limir eins og ég sé óstöðnur og hef engar áhyggjur af að rekast á okkur villinga á götunum. Svo er þetta líka bara áróður frá morgundaginu til þess að skrímslaða Lágstéttina til að selja blöð. Morginn lýgur alltaf. Nei,
foreldrar minn svo vinstri sem það er þetta kemur frá. Kottu. Núna, systir mín, í ílsku. Ef að setja þig ástarálfur núna. Ástarálfur? Núna? Svo snemma í vökkum þeirra? Já. Nei, systir, nei. Ef hún fyndi fyrir 5 mínútur núna myndi hún afskrifa það sem smásmynd. Æ, fyrirgefðu. Ég hef aldrei gert neitt svona áður. Ég kann ekki neitt. Fylgdu mér bara. Diðrik, góðan daginn. Já, vertu blessaður. Nei, herra minn, þegar ég segi 100.000 krónur, þá meina ég 100.000 krónur! Viktor! Já, herra minn. Hvað ertu að gera undir borðið, drengur? Ertu byrjað að njósta mig? Já, herra. Nei, ég meina nei, herra. Og er þetta bollinn minn? Nei, herra. Ég meina, jú, herra. Frekar. Já, og þú drakkst úr honum líka? Já, herra, ég gerði það. Viktor. Það var foreldrar þínir hafið gefið svona mikilli undirlægju nafnið Viktor mun ég aldrei skilja. Nei, mikið þetta er þau hefur betur bara geta skipt mig lúser. Já, það eru þín orð eftir mín. Jæja, farðu að gera eitthvað? Já. En, hvað veistu að ég gera hérna? Ég veit það ekki! Lít ég út fyrir að vera móttökurritari? Alls ekki. Nei! Ég sko aðeins slaga til það finnst það sull allt fyrir sig. Ég veit að ég rættur hafa líka það smá blöð. Viktor, þarftu endilega að vera þessu núna! Farðu að gera eitthvað annað! Sendu næsta í það! Herðu, Svenni Másson, hann Diðrik, hann er tilbúin fyrir þig. Diðrik, góðan daginn. Ég mun tortíma þér. Eirík, góðan dag. Þú hlýtur að vera Svenni. Hvar er samstarfskonan? Já, hún er bara rétt út. Jæja, spýttu þessu út úr þér. Hvað viltu? Já, þú vildi hann að fá að leigja þér rými. Rými. Ég á fullt af eignum út allan bæ. Þær innihalda allar einhvers konar rými. Þú verður að vera aðeins nákvæmari. Já, sjálfsög. Með rými þá er ekki sýningrými. Þetta er ekki bæ. Já, þá að rífa það allt. Ég er að fara að byggja verkamannabústaði. Já, en það er leikhús þar. Sanadús. Sanadús. Slysaketran sú hefur ekki komið upp í huga mínum svo árum skiptir. En hvers vegna? Ætlar að sýna bíó? Já, eða sko, kvikmyndir og leiklistaviðburði. Svo líka vera listagalleri. Já, hugsjónarmaður. Ég meina það á góðan máta við byggingaverktakar við elskum listir. Er það? Já, það er fátt sem rýfur upp hverfi jafn mikið á listinnar. Svo þegar hverfið er orðið vinsælt, þá sparkar maður listapakkin út og selur alvöru fjáðu fólki. Já, en þetta er líka íþróttatengt. Við ætlum að hafa rullu disco. Já, og hvað er svo mikið til að setja í þetta? Já, ég var að vonast til að gæti landið minn fá þetta útgefnis. Ég? Að gefa eignina mínar?
Viktor! Já, Hefurðu heyrt hana þess? Já, sko, þetta er lopuð höllum vistofur. Nei, segðu þetta allt fyrir. Þetta er með ókeypnispartinn. Viktor, hlæðu. Viktor, hlæðu, þetta er fyndið, sko. Viktor, þetta er free comedy. Herra, þú ert ekki að nota bygging. Þetta er frábær bygging, þetta er alls ekki að rífa. Já, ég veit allt það. Ég hef byggja hana sjálfur. Það er það? Já, fyrsta byggingin mín. Opna hana. Þegiðu, Viktor. Þú byggði lengi, það er bara staðið tómt síðan. Af hverju heldur þú bara ekki kjafti og kemur þér út? Hvernig gengur? Þú! Ég vissi að þú kemur aftur. Nei, þetta getur ekki verið þú. Hvað meinarðu? Nei, fyrirgefðu. Þú bara minnir mig svo mikið á konu sem ég þekkti þegar ég var ungur og stæltur. Svolítið eins og hann þessi. Já, en hann klæddi sig ekki svona asnalega. Viktor! En hvers vegna ertu svona kunnuleg? Ég heiti Kría. Kría? Nei, fyrirgefðu. Konan sem ég þekkti, hún hét öðru fuglanafni. Bíbí. Bíbí var alveg eins og þú. Þannig að augun hennar voru alveg eins og þín og við skemmtum okkur alltaf rosalega mikið. Jæja, Gemli. Nei, hvaða vitleysa er þetta? Út með ykkur bæði tvö! Já, hypið ykkur! Og gleymdu sann að þú ég tala á það í hana! Við vistum skemmt á eftir þinn. Já, herra. Nei, þú. Herra minn, þetta er Nei, Viktor, taktu allt út af skrifstofunni minni! allt saman. Já, út með allt! Já. Ég þarf að fá rými til að hugsa. Svona áfram með þig! Bíbí, geti það verið? Nei, það getur ekki verið. Samt, það er alltaf að rifjast upp fyrir mér. Ég man eins og það hefði gerst í gær. Þú ert svo sem ég gæti aldrei gleymt. Mig hefur dreymt Í huga eitt. Þú þarft að vita, ást er kviknar en á ný. Þú þarft að vita, ást er kviknar en á ný. þegar að þú ferð frá mér. Hvert sem þú ferð, ég ávallt nálægt þér. Það aldrei þú sérð. Við augum mínum aftur inni, í skyndi berðu fyrir sjón. Ekki hoppa frá, þér ávallt vil vera hjá. Það eins og sett andagiftagjafir nema þær eru grískar og ekki úr reykvískar þáttvísi. Takk fyrir blóðið. En goðan hvíslar ávallt nafni þitt, átt hjarta þitt. Er gullið þitt Að hruni komin, ef þú færir burt mér frá. Þú leysir algjört, ef þú færir mér hjá. En þegar að þú ferð frá mér, hvert sem þú ferð, ég ávallt nálægt þér. Það aldrei þú sérð. Við augum mínum aftur inni, í skyndi berðu fyrir sjón. Ekki hoppa frá, þér
Þegar að kvöld þar sem þú ferð mig á að þegar allt það aldrei þú sérð í augum mínum aftur lygni skyndir verður fyrir sjón ekki hoppa frá þér ávallt við vera hjá hoppa frá þér ávallt vil vera hjá. Bíbí, þú hefur veitt mér svo mikið innblástur, það er þér að þakka ég gat breytt þetta leikhús. En hvaða nafn á það að bera? Hvað með Sanadrún? Já, áhugavert nafn. Hvernig hafði þér teknað fyrir svo reisulegu höll? Jú, það var lagið sem ég samdi þig. Duke Ellington tók það og nú selst það í bílförmum í Ameríkunni. Þannig að þér finnst í alvörunni sophisticated lady? Svo sannarlega, konfók mitt, svo sannarlega. Það er fyrsta lagi sem við okkur hlusta á þegar við opnum staðinn okkar. Það mun vera big band, swing tónleikar, hús sem er leik og veiðiskápi. Já, ég var reyndar aðeins að kíkja í bókhaldið og það er ekki alveg ráðrúm til að opna húsið eins og er. Já, slæm tímasetning, kreppa og fleira. Þannig að sögum þess að þú telur húsið líka til að tapa fér. Þá þarf bara ekki að opna það. Nei. Bíddu nú við, systir góð. Nú er ég við erum alltaf giftakjöfir. Hvað er að gera í leikhúsi? Komdu með mér inn. Leiksvið, þetta er stilla senni. Það er hér það sem við erum fyrir fullt og allt að losa okkur við hana kríu og láta hana verða ástfangna af honum Svenna. Glæta! Svona tónlistar finnst þér á með viðstífum og móðverkum. Já, við rafmagnsskiptara. Rock'n'roll! Rock! I said! Ekki fæ rocki fössi. Hvað er svingið? Þessi koma svo. Það er ekki gættur. Sækjumst út, komdu bara sérna, hyggjum út. Þér þarf ekki vera kalt, komdu í þinna rætt. Læt sem við sé fölu grátt, þú mig í stíl og brátt. Þú fyrst í gott að segja. Gleymum allt sorg og sukk, já. Gleymum allt sorg og sukk, já. Við skulum dansa að nýja leið. Við skulum dansa svo mikið sem við viljum. Júppi situr líkt, þegar gæði sér alls að sýna sig. Eiga bara allir en alders. Jólan er saman hér. En nú skaltu trúa því ég leiði á mig eftir þig. Þú fyrst í gott að segja. Gleymum allt sorg og sukk, já. Gleymum allt sorg og sukk, já. Við skulum dansa að nýja
Það segir, heldur virkið að þú getur gert eitthvað verið núlsef í einan stað? Já, maður, það er geðveikt. Já. Herðu, höfum við það frá svona strák, segi ég. Ef þú vilt fá að nota leikhúsið, þá þarftu að gera það upp. Og þú hefur til síðdegis í dag. Þá megið þið, þú og stelpan, eiga 25% hluti í því. Koma maður, það er fáum. Jæja, það var eins og ég hélt. Það er ekkert spunnið í því. Nei, bíddu. Ég sagðist aldrei ekki að gera það. Tekur bara smá tíma. Jæja, þessi húsvörður getur verið eitthvað til hjálpar og þið hafið til sólseturs. Það er dýll. Þessi, þú sérðu þetta. Þessi hjálpar. Fría! Já, ég hérna! Heiða til stæðinni að ef við náum að gera bygginguna fyrir sólsetur í dag, þá fáum við eiga 25% hluti. Er það ekki geðveikt? Það er fáránlegt! Við náum því aldrei! Láttu ekki svona. Þessi húsvörður hjálpar okkur. Ég er á barmi stórkostlegra listrænnar fullkomnunar. Við skulum tekna þetta. Hvernig húsið á að líta út núna? Þú tekna líka? Nei, ég má ekki teikna. Það eru strangar reglur sem banna það. Strangar reglur? Ég meina, ég er svo léleg að teikna. Láttu ekki svona. Þú teiknar bandri. Það er auðvitað. Nei, Svenni, ég held að sé bara best að þú gerir þetta. Ég kann ekki að teikna andiri. Ég hef aldrei gert það áður. Nei, ég kann ekki eins og að teikna ríki eða kassa eða fríðindi. Þessi hjálpar. Hvað með skútt eða? Það er hræðilegt. Þú ert alltaf sjálfskakri. Nei, þetta er hræðilegt. En hérna er þetta. Og ég gerði það! Enginn fyrir það því að þeir deilir að fá svona mikið út úr sköpun. Láttu ekki svona. Þú ert ekki sem eftir því. Nei. Núna, Kristín, núna. Þú siglir fram að haustinu löf. Loftin hvílir
að gera upp gammal leikur sem 1 klukkutíma. Já, ég get það alveg. Þú ert alveg ástendandi. Öll þessi jákvæði og frábæð myndi ekki þurfa á þér að halda. Ok, ekki drepa stemningina samt. Hvað þau? Nei, en það sem ég er að reyna að segja er að það er bara engin séns að við náum að klára þessar endurbætur á þeim tíma sem við eigum eftir. Ekki einu sinni með aðstoð systra minna sem fyrir einskæri tengilinn eru vartar á svæði. Systir? Má ég kynna systur mínar? Eða Polyhymnia. Galía, Úranía. Sylvia Eldtelpa. Hössi? Nei. Ég er aldrei að fara að geta lært þessu nöfn á einum degi, sko. Það er allt í lagi. En þrátt fyrir töfrakraft orku okkar systra minna þá er bara ómögulegt að klára þessar endurbætur á þeim tíma sem við eigum eftir. Ómögulegt. Ekki verið Svenni og Ása. Þið fylgir mínu fordæmi. 1, 2, 3, já! Settur mann um alla heim, komum
Bara alls ekki svo slæmt. Ekki bara miklu betur en ég bjóst við. Já. En ég verð nú samt að segja þér að þegar ég gerði þér fyrst tilboðið í staðinn þá átti ég ekki vona á því að þú myndir geta þetta. Hvernig aflaði tekna fyrir þessa byggingu? Jú, sáðu til að ég var ástfanginn af stúlku. Stúlku eins og þér. Bíbí. Nei, Kría. Já, auðvitað fyrirgefðu þig. Þú ert bara svo sláandi líka henni. Já, en hún ekki líka bara svona áttræð eða eitthvað? Jú, vissulega. En allavega, þegar ég var ungur, þá átti ég mig draum. En græðgin hún fór með mig og ég gafst upp á að setja saman. Lífið það var oft í öðrum gír. Gekk allt út á unga drengsins draum. Tónlist fyllti lífið mitt, hafði drauminn loksins hitt. Stóra drauma drengsins streymdi þá. Ungur drengur vildi spila allt. Syngja helstu lögin hátt og snjallt. Ég vildi ekki renna við leiðindi og skref. Tónlist var loftið heiminn sér. En ég ungur var ég átti draum. Og sorgin er sú, aldrei drauminn nóg. Í þá einföldu hríð, þegar við áttum ekkert. En ég ungur var ég átti draum. Ég vildi gefa lífsins listum gaum. Ég vildi ekki vinna, það var eintóm skref. Ég bara söng, you love me baby. En ég ungur var ég átti draum. Og sorgin er sú, aldrei drauminn nóg. Í þá einföldu hríð, þegar við áttum ekkert. En ég ungur var ég átti En núna þá var þetta draumi rætast. Þú gerðir bygginguna. Já, undur og stórmerki og nú er ég bara kominn aftur í skemmtanabransan. Þú sagði þetta mér hafa í lífinu. Jæja, ég ætla bara aðeins aftast í salinn og sjá hvernig skilti lítur út þaðan. Þetta allt þér að þakka. Finnur það ekki? Strákur, komdu hingað, þú verður að sjá skiltið aftast úr salnum. Skilt? Já, Sanatú. Sanatú? Sanatú skiltið? Sanatú? Skilti? Já, þegar fólk sér þetta mun það deyja. Það mun elska þetta. Fólk? Deyja? Ást? Sanatú? Skilti? Komdu. Svenni, viltu ekki skokka til Deiris? Ég þarf að fínpúsa Þetta er áfram, þú verður að sjá þetta skiltið. Já, ég er að koma. Hermes sendi til guðanna og Patíkarsonur hans. Nei. Hvað viljið þið mér? Ég og Pan, sonur minn, erum komnir hér til að færa þér skilabóð frá Sigurði sjálfum. Já, segið það þá. Hann
vildi vita hvort þú hefði séð táknið sem hann sendi. Já, ég hef séð táknið. Og hann vill einnig minna þig á að refsingin fyrir listsköpun gyðja Eilíf vítislist. Þið getið sagt honum að ég sé með þetta allt af hreinu. Og það þriðja sem hann vill minna þig á að verða ástfangin af dullegum manni einnig eilíf vítislist. Af hverju vill hann koma þessu á framfæri? Ég hef engan elskað og ekkert skapað. Ég er eilíf, ástarlaus, óskapandi vera. Hví sakar mig slíkt? Heyrðu, hvað þú gerir kemur mér ekkert við. Ég aðeins senditík. Hann minn, ekki bara koma okkur. Við erum búin að segja allt við ætlaðum að segja. Getum við fengið okkur ís? Já, af hverju ekki? Komdu. Óseifur. Ég heyri áminningar þínar hátt og skýrt. Ég verð því að yfirgefa Svenna sem hefur stolið hjarta mér. Þú þyrftir að vera blindur til að sjá ekki að stendur á þessu skilti. Svenni, viltu ekki minna mig á þetta? Ég er alveg nógu miður mín. Kría, hvað er það? Ég skil ekki. Ég get ekki umgengist þig lengur. Getur ekki umgengist mig lengur? En hvað er það að tala? Ég verð að fara. Nei, þú getur ekki farið núna. Allt þetta samlátum á. Ég þarf að halda. Þú getur þetta vel á mín. Þú ert að fara að opna Sanator og ég veit að þér mun ganga allt í haginn. En ég mun aldrei gleyma þér. Þú og rúlludiskóið. Þið munið alltaf eiga þess stað í hjarta mér. En ég get ekki að á því. Bull og vitleysa. Við vorum bara að kynnast. Við þekkist ekki það vel og við getum bara slitið þessu og enginn sæðandi. Er það ekki? Ég meina svo sem, en... Æ, nei, hlutir satt hjá mig! Segð og satt, stöðugt og statt, ég hræðist að missa þig, sama þótt þú elskir mig. Ég verð að tjá að tómlegt lífið væri sátt og lífs míns leið hún ætti enga von. Lífið er leitt ef ekki er von. Vertu mér hjá, eilíf guðið skjóta. Vertu mér hjá, eilíf guðið skjóta. Herra minn, þú færð milljón. Já, og þú færð líka milljón. Dýri, góðan daginn. Hvað segir við? Pálmatré í glerhjúpi. Já, þú bara gengur yfir það, vinnurinn. Já, ekki málið þetta. Viktor, ég er ánægður í dag. Þú færð launahækkun. Fasteignasala Melluplómu. Það er Melpóminu. Já, einmitt. Stórfurðulegt nafn á fyrirtæki og eru þið alltaf svona margar á fundum? Við sýslum að háklassa íbúðir fyrir náttúrulega einstaklinga. En hvað segirðu, mér skilst þú þykist drífa þetta leikhús, byggja háklassa íbúðir?
Já, þetta er það. En hvað segirðu? Drífa leikhúsið? Ekki að hafa krassa í ykkur? Nei, við þurfum kannski að ræða það við félaga minn fyrst. Félag núna, alveg fast samkomulag. Nei, við getum Já, það er ekki særa með það, það er. Draumir minn nú endir í nátt, því allt sem eitt sinn átti ég, það hvarf á braut og eignir hér. Hvert fer ég nú? Og hvar verður þú? Því aðeins nú ég geymi vel, og því er svarið horfið, engin von. Lífið er leitt, ég veit ég von. Velkomna, þú ert með varalítið gaum. Viltu deyja? Nei, drottningin sest fyrst. Og ég setjast það. Nei. Sestu niður. Hvað er gott að sjá hafið aftur. Inn í höfmyndina ég verð að komast. Fari líf mitt í kola. Fari líf þitt í kóla, systir. Ég vil fara. Vá! Horfðu á olnboga minn. Ég er alveg á olnboga minn. Ég er að horfa í augun og þú ert ekki að horfa á olnboga minn. Hvernig væri það bara að horfa á olnboga minn? Er eitthvað hjá þér, systir? Eitthvað sem þú vilt tala um? Ég var ástfangin af dauðlegum manni. Þó ekki nýstirnunu Sverrir Storms. Ég þótti hann einnig ómótstæðilegur en ég hefði samt þú geta hafið mig. Ég hef getað sagt mér ef þitt hér í ströndina. Við komum í skóli. Takk, Svenni. Ég er ansi hrædd að ég sé orðin ástfangin af þér og verð því að yfirgefa þig um alla eilífð. Vá! Þú ert flott! Málið er að ég er líka ástfangin af þér. Nei, hættu. Hvert orð er sem stunga í hjarta. Segðu aðeins meira. Deilið öll við því ásalan með hvort öðru. Það er þið fáránleg skerta. Ef við kannski að vera á nafninu þínu. Krja. Ég verð að segja þér, ég heiti ekki Kría, ég heiti bara Klíó. Já, ok, menna, fallegt nafn. Býttu bara, þetta er rétt að byrja sko. Og ég tala ekki svona. Ég tala bara svona. Verðlega. Af hverju varstu að tala bara svona? Passa inn í þessa krúttastemmingu sem er hérna. Hvað er þetta að tala um? Hver er þið? Hvað er að gerast? Svenni. Ég er gyðja. Já, svo sannarlega, fullkomið gyðja. Nei. Ég er andagjöf
Andagiftagyðja. Já, þú hefur veitt mér andagist. Voðalega illur! Sko, það sem ég er að reyna að segja er að nú til dags, á þeim tíma sem við erum núna, árið 1980, hefur orðið andagiftagyðja tekið á sig öðruvísi táknræna mynd sem manneskja sem veitir annarri manneskju innblástur. En ég er bókstaflega andagiftagyðja. Ég er dóttir Sex. Ég skil ekkert hvað það tala um, ekki neitt. Hún er að reyna að segjast vera hálf guð fáráðlingur. Ég trúi sig ekki. Býttu bara, þetta er enn skuggalega. Meðpáminn á ég. Gyðja harmleikja. Gyðja mælskulistar og hetjuskáld skapa. Þið varum að farast báðið sem útréða systur okkar. Þið lögðum við að vinskerfum hvað vikkindiska málið og einhver tvö. Að þið eruð ástfóngin af hvort öðru. Hvað ert að segja? Þið eruð ekki ástfóngin í raun og verið að fara að gera manna. Þetta er svo raunverulegt. Svenni, ekki trúa þig! Þetta með álögin, þetta er ekkert fáránlegt. Hvað meinarðu? Við erum náttúrulega bara ástfókin og nú leikni. Ok, verður þessu aðeins fyrir okkur. Þú trúir mér ekki þegar ég segist vera andagiftagyðja. En þú trúir því að systur mínar hafi lagt okkur í álög. Jú. Þessi vinstri með lítur út eins og kvenkyns Voldemort. Ég er með einfaldan fantastíl og hefur persónuleika mínum að skína. Þetta er raunveruleg alvöru ást. Já, geturðu sannað? Nei. Nei, nákvæmlega. Sveik mér, Svenni Másson. Svein aftur. Þið eruð snúið aftur því skynjum að eitthvað annara. Algjörni. Allt sem ég býð þeim döðlega, hann hafnar því. Kjánatrygg. Systur mínar, ég verð að játa fyrir ykkur. Ég hef gert það sem Seifur forbýður. Ég hef svipt hulunni af mínu sanna eðli fyrir döðlegum. Nei. Jú! Ég hef einnig orðið ástfangin af döðlegum manni. Nei. Jú! Ég hef einnig gjörsamlega í berhöggið við Seif skapað mína eigin list og notið þess. Nei, fjandinn hár. Ok, nú komið gott. Þessi sértrúar söfnuður ykkar. Og trúlegur alltaf áhugsum sem sendur með bólikina. Nei. Ég er ekki að trúa að nefna ykkur sem frá einhverjum forngrískum uppruna. Gæð, við mælum samtaka líkt og grískur kór. Hvert er það sönnum þáttum? Tökum þá. Trúir núna. Hann trúir ekki. Þá fer mér. Mér sný aftur þangað sem ég kom. Inn í höfnmyndina viðvaningslegu. Af hverju ég? Þegar þangað er aftur snúið, mun Pegasus sækja mig og flytja mig á Olympusfjall. Það sem Seifur mun rafsa þér. Látum þetta árið 1980 vera kennt við það þegar guðlega eignastur efingan listina. Vertu sæl þá, Kría. Já, eða Klíó. Ég held virkilega að við getum orðið þig.
Þú og baki fljúgandi hestis Pegasusar. Það klikkuð maður, vá. Svenni Másson. Ég þarf að segja þetta lítið og þú verður að vita að ég meina aðeins. En ég var að snuða þig formúið. Ég veit það vel að þú veit ekki að hótt með barsmið þess vegna hef ég þykkt í lögfræðingin og ég ætla líka þess. Býtu, þér alveg sama? Kría, stúlka sem að trekkti mig í gang. Kemur í ljós að hún bara ekkert með öllum jölla. Já, ég meina, flest fólk í þessum skapandi greinum ekki alveg með full FM. Nei, hún bókstaflega sweet but psycho. Andagifta gyðja frá Forn-Grikklandi sem hafði sprottið úr einhverju höggmynda listaverki sem að ég gerði og þessi aftur bara á þeir og sem núna bíða þess að einhverju fljúgandi hestur takir upp á Hólingfoss. Gyðja? Það myndi útskýra þess vegna ég þekki hana frá fornu fari og af hverju hún að eilífu ung. Kannski lífið mitt að taka undarlega beygju í átt að andlegri upplýsingu eins og gerir stundum hjá ríku fólki. Voðalega sjaldan samt. Nei, ég að segja það, hún kolgeðvig. Hún sagðist elska mig. Já, hafa sagst elska þig en ekki mig. Það gjörsamlega glórulaust. Þetta er ekki, ég býttu.
Viltu ekki segja mér hver mamma mín er? Þú lofar að segja því ég kemist inn í fullorðins geitatöru. Mannatöru. Já, ætli ég get ekki sagt þér sögum núna. Ég var í sendiferð út á engin og þurfti að koma skilaboðum til svaladrengsins. Seifur vildi vara með storminum sem var í aðsýn. En skyndilega birtist mér ótrúlega fallega geit. Cleo! Þú ert á strætt, komdu með þá, þín aðst. Getur þetta bros breytt dómi þínum? Ó, hann er svo fagur. Já. Hvað viltu þetta eiginlega? Ég vil sýna þér fram á það að sanna ást er að ræða. Og hvernig ætlar að fara því? Herra Seifur, ég minni þig á son, hann ekki. Næsta skriðskapti. Þú höfðu París strafað með því að skjóta upp í hans. Þú manst eftir líka að öllum afkvæmum þínum hefur verið dýrt í ánægðanleik stigs sem brunjar þau fyrir öllu mest. En þeir eru öllum haldið á ekkanum þegar þú lítur og er helling því þeirra eini blettur. Þittis, auðvitað veit ég þetta. Ég skil bara ekki hvernig kemur málunum neitt við hann. Ég vil að til lítu á klæðum sem knýr og best. Fullorðinu sem eru með utan ökklana. Já, hvað annað? Engum álumur eftir að varpa yfir þessa gyðju á með þessar öflugu hlífar verja ökklennar. Þrefalt húrra fyrir öflugu hlífinu. Húrra, húrra, húrra. Ó, Þittis, ef þér hefði aðeins dottið þetta fyrr í hug, þá væri Akkilles ekki taufur í dag.
svo sannarlega chillaður. Pía! Pía! Er það Serpurs heildri í handa hundur helviti? Pía, loksins spennandi. Það ekki svona spa. Ég er svo glöð að sjá þig. Þú myndi ekki trúa því. Ég trúi því. Ég trúi því að þú sett andakist að gilja. Ég trúi því að þú elskir. Hver þessi auma, guðlega ver? Hann ekki velkominn í heim guðanna. Veistu ekki hvað þú ert? Þetta Ólympusfjall og þetta Seifur. Þið eru þú guðir í alveg? Já, við erum guðir og okkur ekki skemmt. Já, sama mér. Ég mun berjast við hvað? Hvern sem fyrir kríu. Dirfist þú að skora mig á hól? Nei! Já, ef ég þarf þess. Ég elska hann það mikið. Þetta ég aldrei séð. Einhvern sem elskar svo mikið. En Cleo, elskar þú þann döðlega? Af öllu mínu hjarta. Og myndir þú gefa allan þinn guðlega mátt? Jafnvel ódöðleikan fyrir hann? Án þess að hika. En Cleo, veistu hvað það myndi dýra fyrir listina og fyrir leikhúsið? Það verður engin innblástur lengur. Sviðborgarinnar fyllast af rándýrum söngleikjum, gerðum lélegum bíómyndum eða hörmulegum gleymskratta söngleikjum strengdum saman úr lögum vinsælla punkta sem fólk dirfist að kalla leikrit. Við erum að tala dauða leikskálsins og listarinnar. Jafnvel árið 2019 myndi ég ekki sjá fyrir endan á þessu. Þetta myndi vera algjör hörmung. Já, hörmung, segir ég, Cleo. Þá mun ég taka þennan söngleik, byggðan á mesta hörmung kvikmyndasögunnar og ég mun nota hann til þess að minna mannkynið á að það er annað merkilegra en frægð og peningar. Að aðeins í gegnum listina er hægt að gera hina mannlegu upplifun skiljanlega. Ég hef rúðudiskóið og Svenna. Jæja, þá verður það þannig. Héðan í frá mun þú þurfa að búa meðal manna á jörðinni og tala með krútlegum hreim. Takk! Ég mun sakna þín. Elsku systur mína, ég mun aldrei gleyma ykkur. Og við munum aldrei gleyma þér. Það skrifast ekki hér. Og nú, áður en þú yfirgefur mig að einu, ein kveðjugjöf. Hermes, Pan, náið í þær. Mikli Seifur, konungur alheimsins, var maður skýjanna. Cleo fékk það sem hún átti skilið að lifa og deyja í Reykjavík. Engar fleiri gjafir, ég grátbið þig. Látið alla vita að leiðina saman þú var epísk og tragísk. Æ, takk þær í burtu og læsið þær inn. Nei, taktu klauðarnar af mér ógeðslega geitin þín. Pía, ég elska þig. Núna getur skapað svona viss. Já, leitin að Sanadu fer enda að taka og mun enda vel. Ó, og hérna höfum við Sanadu. Þetta Sanadu. Vertu sæll faðir og takk fyrir stærstu gjöf allra tíma. Fyrir Sanadu. Sanadu. Það er það mesta sem mannleg tilvera hefur upp á að bjóða. Ást og listsköpun. Það er Sanadu. Sæl, og velkomin á opnun Sanadu. Fyrsta atriði kvöldsins er af Hössi, fyrrverandi húsvörðinn sem við útfylgjum tilgang lífsins. Listsköpun. Og að sjálfsögðu trúarnir okkar, sætir, skemmtilegir, fyndnir og af náttúrundir.
Akkurat því við nóg.